Skynmyndir. Lengi hafa íþróttamenn æft hreyfifærni sína í huganum. Undanfarið hefur orðið mikil aukning á rannsóknum í skynmyndum á markvirkni þeirra og hugsanlegu notagildi. Ferlið virkar þannig að upplýsingar eru endurheimtar úr minni og þær notaðar til að skapa myndir í huganum. Þetta er svipað og alvöru skynjun en öll upplifun fer fram í huganum. Með skynmyndum er hægt að upplifa atburði eða sjá fyrir sér óupplifaða atburði til að undirbúa mann andlega fyrir keppni. Í grein sem birtist í Morgunblaðinu þann 7. apríl síðastliðinn kemur fram að Kári Steinn Karlsson, frjálsíþróttamaður og margfaldur Íslandsmeistari í ýmsum hlaupagreinum, notar skynmyndir í sinni þjálfun. Hann segist hlaupa leiðina í huganum og sjá fyrir sér að hlaupið gangi vel. Bardagamaðurinn Gunnar Nelson notar einnig skynmyndir. Hann er mjög rólegur og yfirvegaður og einbeitir sér að því að sjá fyrir sér þau brögð sem hann ætlar að beita í bardaganum. Að endurskapa tilfinningar eins og kvíða, reiði og gleði eða hugsanir eins og sjálfstraust og einbeitingu í gegnum skynmyndir getur hjálpað mikið til við að stjórna því ástandi. Íþróttasálfræðingar hafa notað 3 leiðir til að meta hvort skynmyndir bæti í raun frammistöðu. Atvikslýsingar, ferilsathuganir og vísindalegar tilraunir. Rannsóknin sem var framkvæmd á æfingasvæði Ólympíufara Bandaríkjanna leiddi í ljós að allir íþróttasálfræðingar og 90% af ólympíuföruðum notuðu einhvers konar gerð skynmynda. Af þessum íþróttamönnum trúðu 97% þeirra að notkun skynmynda væri gagnleg, 94% þjálfara þeirra notuðu skynmyndir meðan á æfingu stóð, næstum allir eða 99% ólympíufara Kanadamanna nota skynmyndir. Þrátt fyrir að atvikslýsingar geti verið áhugaverðar þegar skilvirkni skynmynda er skoðuð, þá eru þær ekki mjög vísindalegar. Ferilsathuganir eru meira vísindalegar. Í þeim fylgist rannsakandinn grannt með hegðun einstaklingsins yfir ákveðinn tíma og skráir niður upplýsingar. Vísindalegar tilraunir sýna líka fram á skilvirkni skynmynda og hvernig þær geta hjálpað við að læra og framkvæma hreyfifærni. Notkun skynmynda getur verið gagnlegar við ýmsar aðstöður. Íþróttamenn nota þær fyrir, meðan og á eftir á æfingu, heima við, í skólanum og við vinnu og fyrir, meðan og eftir keppnir. Einnig nota íþróttamenn skynmyndir mikið þegar þeir jafna sig eftir meiðslum og hafa það marga kosti í för með sér eins og til dæmis skjótari bata. Pavio skiptir skynmyndum í 2 hópa, hvatningu og hugræna. Með hvatningu getur fólk notað skynmyndir til að ímynda sér ákveðin markmið eins og að sjá sjálfa sig standa á verðlaunarpalli eða einhvern hrósa sér fyrir góða frammistöðu. Hugræni hluturinn snýst að ímynda sér hreyfifærni og leikáætlun eins og til dæmis hvernig golfsveiflan á að vera eða hvaða leikáætlun á að nota til að vinna mót. Það sem allar tegundir af skynmyndum eiga sameiginlegt er að í þeim kemur fram andlegur undirbúningur fyrir keppni. Íþróttamenn lýsa 4 gerðum skynmynda, sjón, hreyfi, heyrnar og lyktar. Þeir nota hreyfi- og sjónrænar skynmyndir mest. Það þýðir þó ekki að lyktar- og heyrnarskynið sé ekki mikilvægt. Í notkun skynmynda ætti að nota eins mörg skilningarvit og hægt er. Hreyfi-, heyrnar-, snerti- og lyktarskyn eru öll mikilvæg en hreyfiskynið er sérstaklega mikilvægt fyrir íþróttamenn. Mahoney og Avner rannsökuðu skynmyndir meðal íþróttamanna strax árið 1977. Þeir komust að því að íþróttamenn nota yfirleitt annaðhvort innri eða ytri skynmyndir. Hvort verður fyrir valinu fer eftir íþróttamanninum og aðstæðum. Innri skynmyndanotkun vísar til þess að ímynda sér að framkvæma ákveðna færni frá eigin sjónarhorni. Ytri skynmyndanotkun vísar hins vegar til þess að maður sér sjálfan sig frá sjónarhorni áhorfanda líkt og maður væri að horfa sjálfan sig í kvikmynd. Íþróttamenn skiptast á að nota innri og ytri skynmyndir. Það sem skiptir mestu máli er að fá góða, skýra mynd, hvort sem það er frá ytra eða innra sjónarhorni. Íþróttamenn nota skynmyndir í mismunandi tilgangi til að bæta bæði andlega og líkamlega færni. Þeir nota þær til að auka einbeitingu og hvatningu, byggja upp sjálfstraust, stjórna tilfinningasvörun, búa sig undir keppni, ráða við sársauka eða meiðsli og leysa vandamál. Notkun skynmynda getur virkað sem hvatning fyrir fólk sem stundar líkamsrækt þar sem það getur séð fyrir sér góðar æfingar þar sem líkaminn verður grennri og sterkari. Í rannsókn Hausens, Hall, Rodgers og Monroe frá 1999 kom í ljós að þátttakendur í aeróbik-dansi notuðu reglulega skynmyndir þar sem þeir sáu sig fyrir sér heilbrigðari og betur útlítandi.